Góðan dag. Hér set ég 28. fund bæjarstjórnar, haldinn í bæjarstjórnarsal, 5. 27. september 2024 og hefst hann klukkan 17:07. Fundinn sitja sá sem hér stendur, Ragnar Ingi Sigurðsson, Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir, Viktoría Líf Ingibergsdóttir, Guðmundur Kolbeinn Björnsson, Þröstur Ingi Auðunsson, og bæjarstjórinn okkar Jakob Björgvin Jakobsson, fundagerð ritar Hrefna Gissurardóttir og tæknimál í höndum Jón Sindra Emilsson. Áður en við höldum í formlega dagskrá þá óska ég eftir að mál 16 og 17 sem voru á boðaðri dagskrá verði felld út af dagskrá og að tekið verði mál inn með afbrigðum Ágústsson Reitur skipulagsbreyting, mál númer 230-2009. Hverjir eru samþykkir því? Það er samþykkt samhljóða. Þá hefjum við formlega dagskrá. Hér er lögð fram fundagerð 3. fundar landbúnaðarnefndar og orðið er laust. Enginn kveður sér ljóðs. Þá er mál 2, velferðar- og jafnréttismálanefnd, lögð fram fundagerð 4. fundar og orðið er laust. Enginn kveður sér ljóðs. 3. mál, afgreiðslufundur byggingafulltrúa, lögð fram fundagerð 37. fundar afgreiðslufundar byggingafulltrúa og orðið er laust. Enginn kveður sér ljóðs. 4. liður, skipulagsnefnd, lögð fram fundagerð 24. fundar skipulagsnefndar og orðið er laust. Og Ragnar Már Ragnarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, svo sem geta tekið undir máls undir fundagerð bæjarráðs. Þar sem þetta mál var nú aðeins rætt, það var sem sagt Reitavegur 2, ekki Reitavegur 2, breyting á deiliskipulagi fyrir Reitaveg. Þar kemur fram að sem sagt, sveitarfélagið hafi sótt þessa breytingu sem að nefndin synjaði. Og við ræddum þetta nú töluvert á bæjarráðsfundi, svo bara það sé tekið fram. Það var svona ekki alveg ljóst hver hafi beðið þetta. En svo sér maður þegar maður skoða núna fundarboðið fyrir bæjarstjórn að það er sveitarfélagið. Og svona í fljótu bara það man ég nú ekki til þess að bæjarráð eða skipulagsnefndin hafi tekið umræðu þetta. Það væri gaman að vita hvernig þetta kom til og það var svo sem alveg rætt á fundunum í bæjarráði hver meiningi væri með þessu en ég man ekki til þess að bæjarráð hafi óskað eftir þessu eða skipulagsnefndin sjálf. Þetta getur það alltaf verið því að þeir sinniði málunu. Takk. Takk fyrir Ragnar Már. Við erum í lið 4, skipulagsnefnd, fundagerð 24. fundar skipulagsnefndar og orðið er laust. Jakob Björgvin, gjörðu svo vel. Já, forseti, þetta hefur nú verið til umræðu svona gegnum árin af og til, en hefði verið réttara í inngangi í skipulagsfundi að orða þetta með öðrum hætti, til að mynda skipulagsfulltrúi leggur til að láti verið vinna breytingu í deiliskipulagi eða eitthvað í þá áttina. Þeir sem hafa tillögurétt á þeim fundi eru þó bara fulltrúar, nefndarmenn eða skipulagsfulltrúi og þar sem að þetta er sveitarfélag þá gerir ég ráð fyrir því að þetta hafi komið frá embættismanni þessi tillaga en ekki frá nefndarmanni í skipulagsnefnd.
en öðru leyti get ég ekki fyllt meira upp í eðinu heldur en þetta. Takk fyrir þetta, Jakob. Og orðið er enn laust undir lið 4. Ekki fleiri sem að kveða þessi hljóðs. Þá er 5. liður lögð fram fundargerð 15. fundar skóla- og fræðslunefndar og orðið er laust. Og enginn kveða þessi hljóðs. 7. liður lögð fram fundargerð 25. fundar bæjarráðs og orðið er laust. Enginn kveða þessi hljóðs. 7. liður umsóknum lóð, hálóð í Víkuhverfi. Lagða fram umsóknir Skipavíkur EHF og R101 EHF hálóð í Víkuhverfi. Bæjarráð vísaði á 25. fundi sínum málunum til bæjarstjórnar fundar þar sem dregið verður úr umsóknum. Og ég ætla að biðja bæjarritara Hrefnu Gizurardóttur og Jón Sindri Einarsson að koma hérna út á gólf. Jón Sindri ætlar að draga hver fær lóðina. Takk hérlega fyrir. Jú, og voru 2 meðar í skálinni. Hér er annan meðan sem að Jón Sindri dró. Bæjarstjórn samþykkir að úthluta hálóð í Víkuhverfi til Róberts Óskar Sigvaldssonar fyrir hönd R101 EHF. Og ekki hvort þetta sjáist í mynd hérna en það er hérna miðinn. Þá eru 8. liður, fundargerð Hafnasambands Íslands, lagða fram fundargerðir Hafnasambands Íslands og orðið er list. Það var staðfestingu. Já, það er búið að staðfesta að það var skipað ykkur hinum miðanum. Ég endurtek orðið er laust undir 8. lið, fundargerðir Hafnasambands Íslands, orðið er laust. Enginn kveður þessu ljós. 9. liður, lagt fram fundarboð á haustþing samtaka á sveitarfélagi á Vesturlandi 2024 og lagt fram til kynningar. Orðið er laust. Já, afsaki. Ég ætla að fara aftur í 7. lið og gleymdi mér aðeins hérna í bæjarstjórn samþykkir að úthluta hálóð í Víkuhverfi til Róberts Óskars Sigvaldssonar fyrir hönd R101 EHF. Hverjir eru samþykkir því? Og það er samþykkt með 7 atkvæðum. Takk fyrir þessa ábendingu hérna. Þá eru 9. liður, lagt fram fundarboð á haustþing samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi 2024, lagt fram til kynningar, orðið er laust. Enginn kveður þessi hljóðs. Þá er það reglur sveitarfélagana á Snæfellsnesi stoðþjónustu. Lögð fram drög að reglum sveitarfélagana á Snæfellsnesi stoðþjónustu. Bæjarráð samþykkti á 25. fundi sínum reglur sveitarfélagana á Snæfellsnesi stoðþjónustu og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja þær og orðið er laust undir lið 10. Enginn kveður þessi ljós. Bæjarstjórn samþykkir reglur sveitarfélagana á Snæfellsnesi stoðþjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Hverjir eru samþykkir því? Og það er samþykkt með 7 atkvæðum. 11. liður, reglur val og útnefningu heiðursborgara sveitarfélagsins Stykkishólms. Lagða fram reglur val og útnefningu heiðursborgara sveitarfélagsins Stykkishólms. Bæjarráð lagði til á 21. fundi sínum við bæjarstjórn að samþykkja reglurnar með áorðnum breytingum og orðið er laust undir lið 11. Enginn kveður þessi ljós. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarráðs að uppfærðum reglum val og útnefningu heiðursborgara sveitarfélagsins Stykkishólms.
Hverjir eru samþykkir því? Og það er samþykkt með 7 atkvæðum. 12. liður, Laufásvegur 7 og 9, lóðarlegu samningar. Lögð fram drög að lóðarleigusamningum og lóðarblöðum fyrir Laufásveg 7 og 9. Bæjarráð samþykkti á 25. fundi sínum lóðarsamninga og fól bæjarstjóra að undirrita þá fyrir hönd sveitarfélagsins. Og orðið er laust undir lið 12. Ragnar Már Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta eru lóðarsamningar sem sagt á milli 7 og 9 Laufásvegar fyrir lóðarblaðið númer 5, fyrir 7 og það er náttúrulega svolítið leiðandi þá fyrir 5, þannig að ég vildi bara svona ítreka það sem við ræddum á bæjarráðinu að hann myndi þá allan að eigundur Laufásvegar 5 myndi þá allan að svona, þeim er kynnt þetta, þannig að þetta væri þá algjörlega í samræmi við það lóðarblað sem er í gildi þar, þannig að þetta sé ekki að taka yfir í rauninni það blað. Þetta bara koma svo framfæri. Takk. Takk fyrir það, Ragnar Már. Og orðið er enn laust undir lið 12. Jakob Björgvin, gjörðu svo vel. Já, forseti, og í kjölfar þess að við ræddum þetta í bæjarráðinu þá spurði ég byggingfulltrúa og verkefnisstjóra framkvæmda eigna út í þetta mál og þeir fullyrtu að það væri ekki breyting sem snýri að neinu nema þessum 2 lóðum, þannig að þetta er lóðumörkum milli að því leytinu til þá taldi ég ekki þörf á því að gera neinar breytingar eða bóka hérna einhver samþykki nærliggjandi lóðarhafa. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust. Áfram. Ekki fleiri sem kveða sér ljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkir því? Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 13. liður, Ásklif 6, 8 og 10, lóðarblöð. Lögð fram drög að lóðarleigusamningum og lóðarblöðum fyrir Ásklif 6, 8 og 10. Bæjarráð samþykkti lóðarsamninga á 25. fundi sínum og fól bæjarstjóra að undirrita þá fyrir hönd sveitarfélagsins. Orðið er laust. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkir því? Það er samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. 14. liður. Vigrarholt, Saura 9, breyting á aðalskipulagi 2024. Skipulagsnefnd samþykkti á 24. fundi sínum tillögu framkvæmdaaðila að breytingu á aðalskipulagi, þar með talið að draga úr byggingarmagni á VAF-1. Nefndin fól skipulagsfulltrúa að vinna með skipulagsráðgjafa og uppfæra greinargerð með hliðsjón af breytingum í greinargerð deiluskipulags. Bæjarráð samþykkti á 25. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og orðið er laust undir lið 14. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og skipulagsnefndar og þar með tillöguna með áorðnum breytingum sem og svör við athugasemdum, en vísar að öðru leyti til afgreiðslu við dagskrárlið 15 á þessum fundi, þar sem deiliskipulag og aðalskipulag er afgreitt í sameiningu. Hverjir eru samþykkir þessu? Og það er samþykkt samhljóða 7 atkvæðum. 15. liður, Vigrarholt, Saura 9, deiliskipulag 2024. Lögðu fram samantekt umsagna sem bárust á auglýsingatíma í samræmi við 1. málsgrein 32. greinar og 3. málsgreinar 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Einnig lögð fram uppfærð skipulagsgögn þar sem brugðist hefur verið við athugasemdum. Þann 24. apríl 2024 samþykkti bæjarstjórn sveitarfélagsins Stykkishólms að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Helgafellssveitar 2012 til 2024 og tillögu að deiliskipulagi fyrir Vigrarholt í samræmi við 1. málsgrein 31. greinar og 1. málsgreinar 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 að undangenginni yfirferð skipulagsstofnunar.
Skipulagsnefnd samþykkti þann 17.7.2024 á 23. fundur að framaleg gögn þar með talið skipulagsuppdrættir, greinagerðir, umhverfisskýrsla sem inniheldur úttekt landeiganda á náttúrufari og svör landeiganda við athugasemdum sem bárust á kynningartíma vinnslu tillögunnar sé fullnægjandi gögn fyrir auglýsingu tillögu á breytingu á aðalskipulagi Helgafellssveitar 2012-2024 í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og nýtt deiliskipulag fyrir Vigraholt í samræmi við 1. og 2. málsgrein 44. greinar lagana. Tillögurnar voru auglýstar 24.7.2024 með athugasemdafresti til 6.9.2024. Á 24. fundi skipulagsnefndar samþykkti skipulagsnefnd að sameiginlegar innkeyrslur af frístunda- og íbúðarhúsum verði það sem því verið við komið. Skipulagsnefnd fól formanni nefndarinnar að uppfæra svör við athugasemdum og senda tillögurnar til yfirferðar Skipulagsstofnunar í samræmi við 2. málsgrein 32. greinar og 3. málsgreinar 4,1 greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara samþykki í bæjarstjórn, auk minniháttar uppfærsla í greinagerð og umhverfisskýrslu. Fól nefndin skipulagsfulltrúa að kalla eftir hnitaskrá og upplýsingum hámarksbyggingarmagn á hverri lóð og það verði sýnt á uppdrætti. Bæjarráð samþykkti afgreiðslu skipulagsnefndar á 25. fundi sínum og orðið laust undir lið 15. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og þeim grunni samþykkir bæjarstjórn tillögurnar sem eru óbreyttar í grundvallaratriðum að breytingu á aðalskipulagi Helgafellssveitar 2012-2024 og tillögu að deiliskipulagi fyrir Vigraholt og að gögn málsins verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 32. grein og 42. greinar skipulagslaga áður en tillögurnar taka gildi með birtingu auglýsingar í B-deild stjórnartíðenda. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að ganga frá endanlegri tillögum í samræmi við formann skipulagsnefndar sem samanber framangreint og senda til Skipulagsstofnunar. Hverjir eru samþykkir þessu? Og það er samþykkt með 7 atkvæðum. 16. liður. Stefna í málefnu nýrra íbúa. Á síðasta kjörtímabili var unnið að stefnumörkun í málefnu nýrra íbúa í Stykkishólmi með áherslu á fjölmenningu í Stykkishólmi. Skipað var starfshópur sem náði ekki að ljúka sínu störfi fyrir lok kjörtímabilsins. Á 4. fundi velferðar- og jafnréttismálanefndar lýsti nefndin áhuga á því að vinna áfram að stefnumörkun í málefnu nýrra íbúa í Stykkishólmi á grunni vinnu starfshópsins og ljúka þeirri vinnu sem hófst á síðasta kjörtímabili. Bæjarráð fagnaði á 25. fundi sínum áhuga og vilja nefndarinnar og lagði til við bæjarstjórn að velferðar- og jafnréttismálanefnd verði falið að vinna áfram að stefnumörkun í málefnu nýrra íbúa í Stykkishólmi á grunni vinnu starfshópsins í samræmi við fyrirliggjandi erindisbréf og orðið laust undir lið 16. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkir því? Og það er samþykkt með 7 atkvæðum. Forsendur fjárhagsáætlunar 2025 til 2028 17. liður. Lagðar fram forsendur fjárhagsáætlunar 2025 til 2028. Bæjarráð samþykkti á 25. fundi sínum forsendur fjárhagsáætlunar 2025 til 2028 með áorðnum breytingum og orðið laust undir lið 17. Haukur Garðarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, fyrir liggur fyrstu eða forsendur fjárhagsáætlunar. Eins og venjulega þá fáum við skjal frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga með áætlunum verðbólgu og fleiri svona lykiltölur. Þannig alltaf með þær að þær eru kannski svona í bjartsýni kantinum og setja ákveðnar skorður á okkur og við þurfum auðvitað að fara svolítið eftir því. Svo koma alltaf mati okkar á gjaldskrár hækkunum og hækkunar launum og launatengdum gjöldum sem kemur þetta til sambærilegu skjali.
og svona helstu fjárfestingar og lántökur og sem við erum með. Þetta skjal sem kemur auðvitað eitthvað sem við förum eftir og það líka tekið fram í þessu skjali, til dæmis undir verðbólguvextir, að greiningaraðilar hafi ítrekað vanspáð verðbólgu undanfarið. Það líka tekið fram í lið neðst í skjalinu húsnæðisverð að einn helsti óvissuþáttur verðbólgunnar er húsnæðisverðið og sterkari eiginfjárstaða húsnæðiseigenda gæti aukið eftirspurn og þar af leiðandi aukið verðbólguþrýsting. Og svo kjarasamningar. Það hefur ekki verið samið við alla opinbera starfsmenn og óvissu launaþróun og ekki síst við kjarasamninga kennara sem þriðjungur starfsmenn sveitarfélaga. Og þarna náttúrulega gríðarlega óvissa sem inni í þessu, kemur fram. Og það sem ég vildi bara benda á að við þurfum að gera svolítið ráð fyrir þessu í okkar áætlun núna, að það hangandi yfir eitthvað svona smá skafl og við þurfum kannski aðeins að taka tillit til hans og reyna að hafa áætlun okkur þannig að við getum brugðist við ef eitthvað þessu að raungerast og þetta bankarnir núna að koma með nýjar spár og það náttúrulega allavega, það ekkert einhver ein lín í því. En það þarf að gera ráð fyrir því í rekstrinum að við höfum svigrúm ef eitthvað þessu raungerist að það fari ekki niður fyrir hjá okkur sko. Við höfum svo sem verið að lækka lán og það alveg klárt að það er svona ákveðin stefna hjá okkur og til að lækka lán þá alveg klárt mál að við þurfum að vera með minni lántöku heldur en afborganir eru. Auðvitað ástandið þannig í ár að fjárfestingar að fara fram á áætlunum. Ég ekki með nákvæmlega tölu við það en ég held að við höfum hækkað í viðaukum 70 milljónir eða hvað það var. Það búið að hækka lántökur 150, við byrjuðum með 130 milljónir og hækkuðum 150, þá erum við 280 og þá erum við komið 60 milljónir yfir það sem við erum að borga af lánum sem 220 milljónir. Ég rúna af upp eða niður, ég ekki alveg viss hvort það og þar erum við auka og þá á eftir að telja inn áhrifin af verðbótum af þessu öllu sem væntanlega 100 milljónir eða hvað það þannig að það ekki að takast í ár að lækka skuldir. Það setur og það mjög óheppilegt náttúrulega að þetta sé gerast. Ég vil taka fram að núverandi staða hjá sveitinni svolítið óljós. Við fengum bráðabirgðauppgjör fyrir hálft ár og það hafa engar tölur komið alltaf nýjar síðan þá. Ég talaði á síðasta fundi að við þyrftum að fá tölur og svolítið ört núna og ég var að vona því að við fáum bráðabirgðauppgjör í næsta mánuði, fyrir 9 mánuði og þá kemur staðan svolítið í ljós. Og það sem við vitum nú þegar að tekjur eru lægri hingað til og ekkert víst að það lægist alveg rétt ekki úr miðað við upphaflega áætlunina þó að það getur náttúrulega lagast á mánaðarbasis. Kostnaður líka hærri í rekstrinum og það setur okkur náttúrulega á þann stað og í rauninni staðan þannig að reglubundnar tekjur sveitarfélagsins ekki standa undir reglubundnum rekstri og það þarf því að fara vel yfir rekstrar þegar liggur fyrir og við þurfum að gera einhverja ráðstöfun þess að koma rekstur hann sé sjálfbær. Við erum núna inni með svona einskiptistekjur, þetta sameiningin þarna inni og það hjálpar okkur mikið en það náttúrulega hverfa og við þurfum að horfa til framtíð núna því að það að hverfa á þessu tímabili, þetta náttúrulega frá 25 til 28 og við verðum að vera komin þá stöðu að tekjurnar sem ekki einskiptir það standa undir þessu. Við höfum líka verið að horfa svolítið að sölu eigna og ég legg mikla áherslu á það að sala eigna eitthvað sem hjá okkur og eru svona nokkrir möguleikar þar. En það má ekki vera þannig að það sé til þess að tryggja að reksturinn sé sjálfbær. Það þá frekar einhver bónus sem við fáum sem við getum að fara með yfir í fjárfestingar og nýtist í fjárfestingar. Reksturinn verður við einhvern veginn að koma á þá stöðu að við séum við getum staðið undir því þó að vera áfæll. Það við getum ekki selt eignir eða ef verðbólga eykst og svo framvegis Það kemur fram í þessum forsendum að fjárfestingaráætlun næsta árs eru 75 milljónir og svo til framtíðar hafa byrjar í 130 og lækka niður í 100, hvort 130, 120 eða 110 svo næsta ár og svo 100 árið þar eftir. Þetta svona svipað fjárfestingar búin að vera bara eiginlega á hverju ári frá 2000 en auðvitað eru 100 milljónir miklu lægri og fær minna fyrir það í dag heldur en gerir upp úr aldamótum. Og svona ekki kannski mikil fjárfesting í innviðaskuld og hérna kemur ákveðin mótsögn hjá okkur. Það að segja að við þurfum að fjárfesta meira á hverju ári en við þurfum líka að tryggja sjálfbæran rekstur sem þýðir kannski við þurfum að skoða það hvort að við getum farið í
þessar fjárfestingar, það að segja að ef við minnkum fjárfestingar þá fáum við lægri afskriftir sem að laga reksturinn hjá okkur og náttúrulega líka lægri lán sem þýðir það að við þurfum að borga minna af þeim og ná svona betra jafnvægi og ég held að við þurfum bara virkilega að taka okkur á þarna og skoða þetta mjög alvarlega. Það náttúrulega þannig að við erum undir eftirlitsnefndarinnar sem með fjármálum sveitarfélaga og hún kikkar inn eftir þetta kjörtímabil og við megum náttúrulega ekki skilja þá eftir sem taka við í þeirri stöðu að það ekkert hægt að gera. Að menn sé bara hreinlega að fá eftirlitsnefndina bara beint yfir sig út af einhverju stöðu sem er. Þessi vinna náttúrulega fer fram og það kemur eitthvað fram og mér svona, með þessa forsöndir sem eru núna, ég langar bara að koma með bókun út frá þessum texta sko og hún er eftirfærandi. Undirritið setur fyrirvara forsöndu vegna fjárhagsárin 2025-2028 þar sem núverandi staða er óljós. Tap hefur verið á reksturinn síðastliðin ár og stefnir í tap í ár líka. Leita verður allra leiðir til að snúa reksturinn við og standast viðmið eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Undirritið muni sitja hjá við afgreiðslu málsins. Og undir það skrifar íbúalistinn Haukur Garðarsson, Ragnar Már Ragnarsson og Heiðrún Höskuldsdóttir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Haukur Garðarsson og málið er enn í 17. lið og orðið er enn laust. Jakob Björgvin hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil byrja á því að þakka Hauki Garðarssyni bæjarfulltrúa fyrir því að segja yfir þær. Getur ekki undir flesta sem þar kom fram. Svona til að byrja með þá vildi ég nefna það svo að það valdi einhver misskilningi því umræðinni að sveitarfélagi er ekki undir einhver sérstöku eftirliti og eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga heldur þessu almenna eftirliti eins og öllum sveitarfélögum. Svo fólk misskilji ekki það að við séum undir einhverju sérstakri smásmjá eða þar í sérstakri meðferð. En bæjarfulltrúinn nefndi hér áðan að það væri þessar lántökur sem komu þessu ári hér og svona til að rifja þau upp að þá umræður sem fóru fram í ársreikningum þá er það tvennt sem þar kemur til aðalega, eða þrennt í rauninni. Tvennt er maður alltaf að skipta þessu svona að kjarna þetta. Þá er það fjárþörf sem að skapaðist sem við vegna frávika í fjárhagsáætlun síðastliðið árs sem að snýri aðalega fræðslustofnunum sem að þýddi að það var fjárþörf í upphaf þess árs. Og það var þessi misræmi sem að við vorum að ræða í ársreikningum, annars vegar lífeyrisskuldbindingar og hins vegar fræðslustofnanir og frávikin frá fjárhagsáætlun vegna fræðslustofnana. Og hins vegar það að útsvarið er lægra, hefur þróast lægra heldur en áætlun gerði fyrir á þessu ári. Og hins vegar kannski þriðji liðurinn er fjárfestingarnar, við bættum við fjárfestingu upp á 30-40 miljónum, ef ég man rétt. Þessi þrír þættir gera verkum fjárþörfin sem að vegna frávika fjárhagsáætlun sem snýr aðalega fræðslustofnunum, útsvarið hefur verið lægra á þessu ári heldur en áætlun gerði ráð fyrir og síðan voru fjárfestingar aðeins þurfum að bæta við fjárfestingu núna sem að snýri þá að víkurkörfinu. Þetta er í rauninni bara til upplýsinga og síðan til að árétta það að fjárhagsáætlun næsta árs ekki talað fjárfestingar upp á 75 milljónir, heldur fjárfestingar hreyfingar upp á 75 milljónir nettó. Takk fyrir þetta Jakob Björgvin og orðið er enn laust undir 17. lið, forsendur fjárhagsáætlunar. Haukur Garðarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúar. Takk fyrir að taka fram að vera ekkert í sérstöku eftirliti. Klárlega erum við það ekki, þetta er þetta almenna sko og við erum náttúrulega ekki lenda þar sko. Það má líka benda á það að Árborg er búin að vera í sérstöku eftirliti hjá þessari nefndi í nokkur ár og þeir eru að bregðast við núna þannig að þetta er svolítið ferli. Við reynum þetta að bregðast við fyrr en ég leggja þetta til núna við tökum svolítið alveg og komst algjörlega hjá því að þurfa að fá það inn sko. Það þarf ekki að vera slæmt að fá það inn þegar staðan er þannig að það þarf að taka á einhverju. Þeir eru viljugir til þess að hjálpa.
En það endar oft í því að ef menn get ekki brugðist við nógu snemma, þá fá menn hækkanir bæði á fasteignagjöld og útsvar og það var verið að hækka mitt útsvari í Árborg. Og þetta munaði rosalega hjá fjölskyldum. Það var verið að tala þetta var í 100.000 köllum sem fjölskyldur voru að fá. Og þetta er alltaf eitthvað sem við viljum ekki leggja á íbúana. Klárt mál sko. Sambandi við hækkanir í fyrra, ég hef nú svona svolítið að tala fyrir því að við sem að fá gögn örar í sambandi við reksturinn. Og mér langar aðeins að fara því að hann bæjarstjóri talaði að það hefði komið hækkun, sérstaklega hjá skólastofnunum. Það var þannig að við fengum viðauka í lok nóvember og þar var farið yfir ýmislegt og auðvitað staðan tekin eins og hún var. Svo kemur ársreikningur með vordögum og þá var búið að hækka launaliðurinn 130 milljónir og þetta er náttúrulega 10% aukning sem kemur á frá lok nóvember og fram í ársreikningur frá gengin sko. Og þetta er náttúrulega rosalega mikil breyting sem kemur úr því að við heldum að vera með stöðuna sem var þessi staða í lok nóvember. Og þarna þarf að passa hans upp á gögnin séu betri og við séum nær því sem við höldum. Þetta verður auðvitað svolítið áfall sko. Þegar svona kemur. Svo kemur alltaf þessi skemmtilegi og það reyndar var líka minnst á það í skjalinu frá sambandinu með forsendunum að það veit enginn hvað þarf að gera vegna lífeyrismála hjá Brú. Það bara kemur á okkur og það gerir það sannarlega núna og hefur gert áður. Og við mögum alveg búast í því að við fáum á okkur einhverja svona sleggjur og þeir koma alltaf með þetta í desember. Það ekki svo getið gert þetta í janúar, segja okkur gerir ráð fyrir þessu eða getið komið með þetta í nóvember og sagt það verða 50 milljónir á næsta ári, setið inn í áætlun hjá okkur og við fáum svo bara að síga inn í það sko, sem var alltaf miklu betra því að við erum að reyna að vera með góða áætlun og við getum. En ég myndi segja að við þurfum að gera hans betur og við þurfum bara að hafa metnað til þess, alveg klárt. Og svo er það líka vont sko þegar við erum að fá auka reikninga því að ef ég man rétt þá kom uppgjörið vegna Maðkavíkur líka inn á þetta ár sem við vorum að vinna í fyrra og gengum út frá þegar við vorum að tala við ykkur og það væri allt komið þar ef ég man rétt og það var nú bara þessar upphæð sem kom það sem var uppgjörið. Þannig að svona hluti náttúrulega íta öll á stað. Og það setur náttúrulega okkar áætlun sem að var ef ég man rétt í upphæð, það voru 60 milljónir í hagnað sem átti að vera á árinu. Og við erum svo að fara í viðauka á hann og ég ætla að fá að láta ljósmið skína aftur undir viðaukunum og aðeins að tala það sko. Og þessi upphæð er bara ekki nógu há til þess að standa undir þeim fráangum sem komið yfir okkur. Og það er eitthvað sem við verðum bara að gera ráð fyrir okkur áður og það sé bara meiri hagnaðar til þess að grípa þessi högg sem koma og þau koma alltaf. Áætlanir síðustu ára hafa ekkert staðið sko, við erum alltaf að lenda undir. Þannig að við getum lært af reynslunni. Það eru komin 4 ár held ég, ef ég man þetta rétt sem var tap. Síðustu 4 ár hefur við ekki náð að skila hagnaði og viðurkenna eftir er svo þannig að við erum komin undir núllið og erum að lenda í tapi. Og þetta er bara eitthvað sem gengur auðvitað ekki til lengdar. Við lendum upp á kanti þetta heldur svona áfram sko. Og við verðum að taka á þessu núna. Ég vona að það sé ekki of seint, sannarlega ekki sko, en við verðum að beita okkur í þessu. Takk fyrir það. Takk fyrir það, Haukur. Orðið er enn laust. Undir lið 17. Ekki fleiri sem að kveða sér ljós. Bæjarstjórn samþykki forsendu fjárhagsáætlana 2025 til 2028. Hverjir eru samþykkir því? Hverjir eru á móti? Hverjir sitja hjá? Það er þetta samþykkt með 4 atkvæðum hálistan og ílistinn situr hjá. 18. liður viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Lagði fram viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Bæjarráð samþykkt á 25. fundi sínu viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027 og orðið laust undir lið 18. Haukur Garðarsson, gjörðu svo vel. Ég sé hérna með, ég setti nokkra punkta undir viðaukann en ég er búinn að fara yfir það allan að ég talaði af mér áðan.
Eina sem stendur eftir bara stutt bókun sem svo sem alveg í anda þess sem við höfum verið að gera og hún bara undirrituð ekki sammála þeirri fjárhagsáætlun sem fulltrúar Hráefnis samþykktu fyrir yfirstandandi ár og viðauki 3 byggir á. Undirrituð situr því hjá við afgreiðslu málsins. Undir þess skrifar íbúalistinn Haukur Garðarsson, Ragnar Már Ragnarsson og Heiðrún Höskuldsdóttir. Takk fyrir það. Takk fyrir það, Haukur. Orðið enn laust undir lið 18 og Ragnar Már hefur óskað eftir orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, svona þessu aðeins tengt af því maður hefur ekki séð neitt uppgjör á því, er uppgjörið á hjúkrunarheimilinu, er því endalega lokið og í hverju endaði sá kostnaður fyrir sveitarfélagið ef að uppgjörinu er lokið? Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið er laust undir lið 18. Ragnar Már, þú færð ekki fullnægjandi svar við þessu eins og er. En orðið er enn laust undir lið 18. Ekki fleiri sem kveða þessi ljóð. Bæjarstjórn samþykkir viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Hver eru samþykkið því? Hver eru á móti? Hverjir sitja hjá? Það er samþykkt með 4 atkvæði hálistans og bílistinn situr hjá. Liður 19, sjávarútvegsstefna og skelbætur. Lögð fram gögn vegna skel- og rækjubóta og stöðu þeirra mála sem tengjast tillögum sem settar eru fram í skýrslunni Auðlindin okkar, sjálfbær sjávarútvegur og er til meðferðar hjá matvælaráðuneytinu ásamt ályktunum 23. fundar bæjarráðs þann 20. júní 2024 og 27. fundar bæjarstjórnar þann 27. júní 2024 þar sem minnst var á bæjarstjórn Stykkishólms hefur ávallt lagt þunga áherslu á mikilvægi skelbóta fyrir atvinnulífið í Stykkishólmi og þar með samfélagið í heild. Í því sambandi var vísað til fyrri ályktana bæjarstjórnar. Í fyrrnefndum ályktunum var tekið fram að talsmenn útgerðar við Breiðafjörð sem hafa nýtt skelbætur hafa sent forsætisráðherra og matvælaráðherra erindi að fyrirtækin fái fulla heimild til þess að nýta skelbæturnar áfram svo sem verið hefur. Jafnframt hafa talsmenn fyrirtækjanna sent inn lögfræðiálit sem sýnir með skýrum hætti að verði skelbætur fellda niður bótalaust eignaupptöku að ræða. Í því sambandi var ítrekað afstaða sveitarfélagsins að verði skelbæturnar fellda niður mun það skaða mjög starfsemi fyrirtæki í Stykkishólmi sem fara með 82,85% skelbótanna og valda miklum samdrætti í atvinnulífinu í Stykkishólmi sem með öllu óásættanlegt. Matvælaráðherra og þingmenn kjördæmisins voru á lokum hvattir til þess að leita allra leiða til þess að tryggja að skelbæturnar verði veittar áfram eða gerðar upp með því að fyrirtækin fái sinn hlut í skelbótunum og geti nýttandi veiðar á bolfiski sem verið hefur. Það sem ekki liggur fyrir farsæld og sanngjörn niðurstaða í málinu er málið tekið upp í bæjarstjórn að nýju og orðið laust undir lið 19. Engin kveðis ljóðs. Bæjarstjórn ítrekar fyrri ályktanir og leggur þunga áherslu á mikilvægi þess að sanngjörn og farsæl niðurstaða fáist í þetta mikilvæga mál sem fyrst. Hverjir eru samþykkið því? Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Ragnar Már Ragnarsson óskar eftir að yfirgefa salinn fyrir lið 20. Hólar 5a, breyting á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag. Lögðu fram til afgreiðslu vinnslutillaga fyrir nýtt deiliskipulag á hólum 5a í Helgafellssveit. Það 17.2.2024 samþykkti skipulagsnefnd að heimila landeigendum að vinna tillögu að breytingu á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag fyrir hóla 5a. Nefndin fór fram á að skipulagi verði í framtíðinni grunnur að allri uppbyggingu og uppruna á jörðinni í samræmi við byggingarheimildir í gildandi aðalskipulagi og taki mið af heildarsamhengi uppbyggingar þannig að það myndi heildstæða einingu í samræmi við 2. málsgrein 37. greinar skipulagslaga. Afgreiðsla nefndarinnar var staðfest í bæjarráði og bæjarstjórn.
Þann 15.4.2024 tók skipulagsnefnd á 21. fundi sínum jákvætt í framanlögð drög af vinnslutillögu deiliskipulags og samþykkti að auglýsa sameiginlega skipulagslýsingu fyrir deiliskipulag og breytingu á aðalskipulagi. Afgreiðsla nefndarinnar var staðfest í bæjarráði á 21. fundi þess og bæjarstjórn á 24. fundi. Skipulagslýsingin var auglýst 28.7.2024 þann 17.7.2024 samþykkti skipulagsnefnd 23. fundi samantekt og svör við athugasemdum sem borist höfðu og samþykkti fyrir sitt leyti að kynna vinnslutillögu aðalskipulagsbreytingar og auglýsa tillöguna að undangenginni yfirferð skipulagsstofnunarinnar fyrir auglýsingu. Nefndin mælti með því að vinnslutillögurnar verði kynntar samtímis. Afgreiðsla nefndarinnar var staðfest í bæjarráði á 24. fundi þess og orðið laust undir lið 20. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir að kynna vinnslutillögu nýs deiliskipulags á hólum 5a í samræmi við 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvarum uppfærslu samanber tillögu skipulagsfulltrúa dags 6.9.2024. Berist engar stórvægilegar athugasemdir úr kynningu á vinnslustigi samþykkir bæjarstjórn að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein laganna. Hverjir eru samþykkir þessu? Það er samþykkt samhljóða, 6 atkvæðum. Ragnar Már Ragnarsson kemur aftur inn á fund. Það er á 21. liður, Ágústsson Reitur, skipulagsbreyting. Lögð fram til afgreiðslu vinnslutillaga deiliskipulags fyrir Ágústsson Reit. Bæjarráð samþykkti á 24. fundi sínum 14. ágúst síðastliðinn að kynna vinnslutillögur vegna breytingar á aðalskipulagi Stykkishólms 2002-2022 og nýs deiliskipulags fyrir Ágústsson Reit í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar og 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með minni háttar uppfærslum í samræmi við umræður á fundinum. Jafnframt samþykkti bæjarráð í umboði bæjarstjórnar vegna sumarleyfa að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulagi í samræmi við 31. greinar og 1. og 2. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni yfirferð skipulagsstofnunarinnar samanber 3. málsgrein 30. greinar laganna berist engar stórvægilegar athugasemdir við vinnslutillögurnar sem taka þurfti til umfjöllunar fyrir auglýsingu. Skipulagsnefnd samþykkti á 24. fundi sínum fyrir sitt leyti að kynna vinnslutillögu deiliskipulags fyrir Ágústsson Reit með minni háttar breytingum sem ræddar voru á fundinum, meðal annars að skoða lækkun á húsi framan við sjávarpakkhús og aðkomuleiðir að bílageymsluhúsi þar sem óljóst er hvort að ræða 1 eða 2 bílageymsluhús. Samhliða vinnslutillögu aðalskipulagsbreytingar og nýs deiliskipulags þarf einnig að kynna breytingu á gildandi deiliskipulagi miðbæjar austan aðalgötu, þar sem mikilvæga breytingu er að ræða sem kemur til með að hafa mikil áhrif á gamla bæinn. Lagði nefndin til að haldnir verði opnir kynningarfundir í bókasafninu þegar tillögurnar eru kynntar á vinnslustigi og þegar þær verða auglýstar og orðið laust undir 21. lið. Enginn tekur til orðs eða kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og að samhliða sé kynnt vinnslutillaga að breytingu á deiliskipulagi miðbæjar austan aðalgötu í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar án skipulagslýsingar með vísan í 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingi felst í færslu á deiliskipulagsmörkum til samræmis við nýtt deiliskipulag fyrir Ágústsson Reit. Hverjir eru samþykkir þessu? Það er samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. 22. liður, ráðning fjármála- og skrifstofustjóra sveitarfélagsins Stykkishólms. Lögð fram niðurstaða bæjarstjóra og ráðgjafa ráðningu fjármála- og skrifstofustjóra. Var bæjarráði kynnt niðurstaða bæjarstjóra og ráðgjafa á 25. fundi bæjarráðs. Á fundinum samþykkti bæjarráð að vísa tillögu ráðningu fjármála- og skrifstofustjóra til bæjarstjórnar
og orðið laust undir lið 22. Engin kveðusljós. Bæjarstjórn samþykkir samhljóða, Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarstjóra og ráðgjafa að ráða Gyðu Steinsdóttur í starf fjármála- og skrifstofustjóra með vísan til fyrirliggjandi gagna og felur bæjarstjóra að ganga frá ráðningarsamningi við hana. Hverjir eru samþykkir þessu? Og það er samþykkt með 7 atkvæðum, hálista og ílista. Þá erum við komin í 23. lið og jafnframt síðasta lið þessar fundar. Það eru minnispunktar bæjarstjóra. Lagði fram minnispunktar bæjarstjórar. Gjörðu svo vel, Jakob Björgvin. Forseti. Gera hér stuttlega grein fyrir minnispunktum mínum fyrir septembermánuð. Fyrst þetta. Höfuðborg hélt upp á eins árs afmæli sitt 20. september síðastliðinn. Fjöldi fólks mætti í Pálinuboð og forstöðukona Höfuðborgar ávarpaði samkomuna í nýju uppgerðum og glæsilegum sal sem er nú tilbúin til notkunar. Töluverðar breytingar hafa orðið á húsnæðinu síðastliðið ár. Á nefna að eldhúsbúnaður og gangur í nýja salin hefur fengið andislyftningu, nýtt þvottahús er komið í notkun og skrifstofa fyrstu hæði tilbúin svo fátt eitt sé nefnt. Framkvæmdum á Höfuðborg er þó ekki lokið en unnið að því að koma saman nýjum frystiklefa og koma fyrir í nýju og endurbættu rými þar sem þvottarhúsið var áður. Réttað var í Arnarhólsrétt síðastliðinn sunnudag, heimtur voru góðar og fyrir kemur vel á fjöllum í ár. Seinni leit verður laugardaginn 5. október og réttað sama dag. Heilsudagar í Hólmunum eru haldnir dagana 23. til 21. október næstkomandi í tilefni af íþróttaviku Evrópu sem haldin er víðsvegar álfuna í september á ári hverju. Markmið vikunnar er að kynna íþróttir og hreyfingu fyrir almenningi sem getur hentað öllum óháð aldri, bakgrunni eða líkamlegu ástandi. Sérstök áhersla er lögð á að höfða til grasrótarinnar og hvetja íbúa til þess að hreyfa sig reglulega. Meginmarkmið sveitarfélagsins þessa daga er að kynna alltaf góða starf sem nú þegar er í boði en jafnframt vekja athygli á öðrum möguleikum til hreyfingar á svæðinu. Frítt eru alla fyrirlestra og íbúar hvattir til að taka þátt og finna sína hreyfingu til framtíðar. Einnig er frítt í sund yfir heilsudagana. Dagskrá má finna á vefsíðu sveitarfélagsins og hvetja alla til að kynna sér það sem ekki hafa nú þegar kynnt sér þá dagskrá, sem er mjög fjölbreytt. Fimmtudaginn 19. september staðfestu Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra og innviðaráða samninga fjarskiptasjóðs við 25 sveitarfélög að ljúka ljósaleiðir af væðingu landsins fyrir árslok 26 og sveitarfélagsþingi sem var á meðal þeirra sveitarfélaga. Tiltekt stendur nú yfir á hafnarsvæði Skipavíkur en sveitarfélagið hefur farið þessu leit við eigendur báta og lausafjármuna á svæðinu í samstarfi við Heilbrigðiseftirlit Vesturlands að þeir fella í eigu sínar sem eru utan lóða á svæðinu. Þess er óskað að búið er að rýma svæði utan lóða fyrir 1. október næstkomandi. Undanskilin eru atvinnutæki sem hafa verið í notkun á þessu og síðast ári samkvæmt afgreiðslu hafnarstjórnar þar Frekari upplýsingar málið veitir Jón Jakob hafnavörður og eru þeir sem eiga búnað á svæðinu hvattir til að hafa samband við Jón Jakob og ég vindi vonu við það í framhaldi af þessu verði fleiri svæði tekin fyrir af hálfu sveitarfélagsins. Nýverið hlaut Snæfellsnes master umhverfisvottun Earthcheck fyrir áfangastæðin. Þetta er 15. vottunin frá því að framtakssamnir íbúar, hagsmunaaðilar og sveitarfélög hófu þessa vegferð í byrjun 21. aldarinnar. Árlega metur óháður sérfræðingur hvort gögn og starfsemi sveitarfélaganna uppfylli skilyrði endurnýjar vottunar en kröfurnar sem þarf að uppfylla aukast með ári hverju þarf yfirleitt að fara í úrbætur. Mastervottun fæst einungis ef áfangastaður hefur verið þátttakandi í Earthcheck umhverfisvottunarverkefninu í 15 ára eða lengur
Þannig að þetta er mikil veittillir sem við hefum fengið hér. Nú, svikmikið og fallegt hús er nú að taka á sig mynd við Aðalgötu 16 í Stykkishólmi. Húsið er byggt í gömlum stíl sem einkennir bæjarmynd Stykkishólms en stutt er síðan lokið var við byggingu á Aðalgötu 15a hinum megin við götuna. Þar sem nú stendur einnig hús í svona gömlu stíl sem styður vel við bæjarmyndina og götumyndina. Bæði hús eru byggð á lóðum sem hafa staðið auða til fjölda ára og falla framkvæmdirnar því vel að stefnu sveitarfélagsins um þéttingu byggðar. Þá eru bæði hús í eigu verkalýðsfélaga sem að túlka má sem aukna eftirspurn fólks til að sækja hólmið heim og njóta þeirra góðu þjónustu og afþreyingar sem hér stendur til boða. Og það er ekki bara við Aðalgötuna heldur einnig við Víkurhverfið og það er að taka á sig mynd eins og margir hafa tekið eftir. Gatnagerð er langt komin, 6 lóðum hefur nú verið úthlutað sem að gera ráð fyrir 8 byggingum eða 24 íbúðum og því spennandi tíma framundan hvað varðar uppbyggingu og íbúðafjölgun í sveitarfélaginu. En það er ekki meira frá mér að sinni. Takk fyrir þetta, Jakob Björgvin. Og minnispunktar bæjarstjórar eru orðið laust undir þeim lið. Og engin kveðisljós, þá var þetta jafnframt síðastu liður þessara fundar í slítfundi klukkan 17:58. Takk fyrir góða fundarsetu.